Já, komið sæl. Röðin komin að eitt og annað af kindum, þannig að það alveg ljóst að við verðum í góðum félagsskap í þessum þætti. Það meira spunnið í kindur heldur en að vera bara ullarboltar út í haga. Þetta eru húsdýr, spendýr, klaufdýr og jórturdýr og hafa fylgt okkur allt frá tímum víkinga. Við ætlum að byrja að líta á forystufé, en það það einstakt að það hefur verið stofnað sérstakt fræðasetur þær í Þistilfirði og við ætlum einmitt að byrja þar. Forystufé einstakur stofn sem finnst hvergi annars staðar í heiminum og hefur verið órjúfanlegur hluti að sauðfjárhaldi Íslendinga allt frá upphafi byggðar. Á Svalbarði í Þistilfirði hefur verið stofnað fræðafélag og setur forystufé. Ef einhver þekkir þennan stofn, þá það hann Daniel sem tekur vel á móti okkur. Þetta var til fyrir svona 6-7 árum varð hugmyndin til. Þá þegar ég kom hérna í þessa sveit þá kynntist ég forystufé, það aldrei séð það vinna fyrr og ég var svo hugfanginn af þessu og fékk fólk með mér að stofna félag í kringum það að byggja upp svona upplýsingasetur það og fengum gefins þetta gamla félagsheimili hér og svo var þetta byrjaði að rífa allt niður í sjálfboðavinnu og svo var þetta byggt upp og svo var hér opnað fyrir 4 árum eins og það núna. Forystufé sér stofn af kindum sem að öðruvísi en hinar kindurnar hér á landi. Þær eru með svona, það sérstakt gen í þeim sem að stjórna því að þær finna á sig veðrabrigði í loftinu sem nú fullt af sögum til björguðu þar með kindum í slæmum veðrum og svoleiðis og þær stjórnuðu því þegar fé var sett á beit og þetta hefur bara lifað með þjóðinni frá upphafi byggðar hérna og eins og sér hér í kring þetta mismunandi á litinn og allt svoleiðis og þetta fé haldið vegna gáfnanna, ekki vegna kjötsins en þetta viðurkenndur sérstofn og eini staðar í heiminum sem þetta til það hér á landi og þetta svona 1000 hreinræktaðar skepnur. Ég nú hérna í peysu sem prjónuð af vinkonu minn á Leifsstöðum, prjónuð úr þetta bara lopi og forystukind, þetta náttúrulega mýkra en venjulega lopapeysur. Svo nú líka það við að þú klæðir flík úr ulla forystufé þá segja gamlar sagnir að þú ratir alltaf heim. Þannig að það nú viss kostur líka. Úr forystufé ætlum við að halda í feldfé, en það ræktað ekki vegna kjötsins heldur vegna ullarinnar sem að þykir víst alveg einstök og mjög góð í handverk. Við ætlum að halda í Eyja- og Miklaholtshrepp og fræðast aðeins meira hvað feldfé Við erum komin í fjárhúsin til hennar Sibbu, Sigurbjargar Ottesen hérna á Hjarðarfelli. Hún hefur verið að rækta feldfé. Það út af eiginleikum ullarinnar. Ég veit nú eiginlega ekkert þetta sjálf. Mér langar til þess að forvitnast aðeins út á hverju hún að rækta og út á hvað þetta gengur. Sibba, þú hefur aðeins verið að skoða feldfé og rækta feldfé og vinna aðeins úr því. Viltu aðeins leiða mig í gegnum þetta? Hvað feldfé, kannski til þess að byrja með og út á hvað gengur ræktunin? Herðu, feldfé fé með ullin í rauninni og það ræktað út af ullareinkennum, ekki kjötgæðum. Ja. Semst verið að eltast ullina. Togið lengra. Togið það þel og tog. Hérna. Já, togið lengra, þelið á að vera minna. Ég kannski ekki alveg komin á þann stað í ræktuninni, en þetta bara 50% blendingar sem ég með. Já, þú varst að byrja að blanda bara við venjulega ræktun, varst að láta sæða með feldféhrút. Já, feldfjárhrút. Já. Eitt nú að rækta fé með svona ullareiginleika, annað að vinna úr henni. Þú ert búin að vera alveg í nokkur ár að þróa þig áfram þar og búin að gera hellinga flíkum. Herðu, já. Þegar ég var að læra búfræði á Hvanneyri þá tók ég ullarinn sem valáfanga. Mér var reyndar líka kennt þar að maður byrjar á því að velja sér rúningsmann
Skiptir það máli? Já, þú vilt alls ekki hafa mikið og bara helst engar tvíklippur og ég kannski býð frekar vel að því að geta valið rúnísmann og bróðir minn hefur komið og klippt þetta fyrir mig. Svo lærði ég á að spinna hjá Rítu og Kristínu og Lundi og henni Jóhannu Pálma í þessum ullarnáfanga. Gunnar maðurinn minn gaf mér svo rokk í útskriftargjöf. Í þeirri vona að hann fengi nú peysu en hann hefur ekki fengið hana ennþá. Þú ert að æfa þig. Ég er ennþá að æfa mig. Já, þú vilt ekki gefa hann fyrir hann að komin alveg með fullkomna flík. Hann fær ekki nema fullkomna flík. Er þetta allt ull af feldfé? Nei, þetta er bland hér, lambs og af vetugömlu. En ullin er af feldfé og þetta, ef þú skoðar þetta undir ljósi og kemur við þetta, þá er þetta, hún er svolítið öðruvísi. Þannig að ekki alveg sami litur hérna. Nei, en hér ertu með mórutt og mórutt, til dæmis. Og þú sérð... Já, og viðkoman er aðeins. Já, og þá að vera miklu meiri gljái í þessu og ég held sveimi þá að það sjáist þó þetta sé á blending. Er ekki gaman að rækta svona spá í og gera? Jú, stundum eiginlega bara má ég ekkert vera að því að frí fjós, sko. Og svo hefur þið verið að gera alveg að full, spinna, sem sagt, og alveg prjóna úr. Já, þetta er reyndar úr uppspunaband og þetta líka, en þetta er frumrunnin í eigin spuna, ullarspuna. Þetta er það sem ég bjó sem sagt til, var prófstykki mitt á Hvanneyri. Hún er nú kannski ekkert sérstaklega fögur, en hún er náttúrulega svo þykk að hún getur staðið sjálf á gólfi upprétt. Þetta er alveg flík, mér finnst hún alveg rosalega flott. Mér finnst einmitt flottir hérna litirnir og hvað hún er misjöfn, sko. Já. Þessir hérna, mér finnst þetta... Það er svolítið svoleiðis að þetta er náttúrulega algjörlega einstök flík. Já, það er svolítið svoleiðis með eins og þessa ull að þú þarft ekkert að vera með eitthvað munstur með þessu. Þetta munstrar sig bara sjálft upp. Finnurðu mun þegar þú ert að spinna úr feldfé og venjulegu fé, ullavenjulegu fé? Já, því að það er töluvert auðveldara að spinna úr þessu því að togið er svo langt og hún helst svo vel saman. En togið er hérna stífara, grófara. Já. Er þá peysan ekkert hérna grófari? Nei, eiginleiki feldfjárullarinnar er sá að togið á að vera silkimjúkt. Veit fólk almennt af þessu samt? Er þetta þekkt innan sauðfjárræktarinnar, er þetta þekkt innan hann, er það fólks? Nei, örugglega ekki nógu, sko. En jú, væntanlega vita bændur af þessu. Það er náttúrulega hrútar á stöð og nýr hrútur að koma núna sem ég ætla að nota svolítið. Já, en það er svolítið gaman að því hvað er mikið spenna fyrir hrútaskránni hjá bændum. Maður áttar sig ekki á því nema að sjá þær hennilega þegar hrútaskránni kemur út og spáði hvaða hrútar eru þar inni og hvað eiginleikum þeir búi yfir. Nei, og þetta verður náttúrulega bara heilmikil spenna hjá öllum fjölskyldumeðlumum í rauninni. Það er dóttir mín var yngri, örugglega ekki nema sko, hún var ennþá að sofna með pela þegar ég náði einu sinni mynd af henni nýsofnaðri með pelan í annarri hendinu og hrútaskrán í hinni. Fær hún að velja líka? Já, hún vill fá að velja sko, hann langar í forystufé en það fæst víst ekki leyfi fyrir því. Ein hind sig? Herði, já, ein er eðlileg kind að mata okkar mæðgnana, þar sem að okkur finnst nú kollótt fé vera hálfgallað, svona hálffangalaust, en það er eiga víst að vera kollóttar. Það er dálítið magnað hvað íslenska kindin er fjölbreytileg, litirnir og allt það. Já, það er náttúrulega bara, finnst mér nauðsynlegt að halda í litina í þessu. Það ég er náttúrulega svo ótrúlega heppin að tengdaforeldrar mínir hafa lagt mikið upp úr því að rækta sem sagt vel hvítt fé. Þannig að ég hef haft aðgang að mjög vel hvítri og bara hreinkvítri lambsull til þess að vinna úr. Það er mjög mikill plús og sýst. Eða mér finnst það að vera ekki með eitthvað gult í höndunum. Væntanlega þegar það er rúið að þá bara heldur eftir einhverju x magni af ull fyrir þig, þess að vinna úr. Hvernig hitt fer í ístags? Nei, ég sendi í uppspuna á Suðurlandi til hennar Huldu. Ekki sendið allt þangað? Nei, megnið af ullinni fer náttúrulega bara lagt inn í ístags. Já. En það sem ég tek frá fyrir mig fer ég með þangað og þá get ég í rauninni, ég get haldið, ég bara veit það til dæmis að þetta er hún sletta. Ok, hvernig veistu það? Ég bæði þekki í litin á henni og svo á ég enga aðra svona. Svo sendi ég bara ullina af henni merta í kartöflupoka, bara hún í pokanum og ég fékk hana svoleiðis tilbaka aftur. Okay. Og ég veit hverjar þær eru allar þessar.
og náttúrulega hinar Þú líka. veist af hvaða kindum þessi ull Já, er? þetta er af henni Golsu. Og þær eru bara hér, Já. þessar elskur. Já, allar nema Sletta, hún skilaði sér ekki að fjalli í haust. Það er kindin hennar Ernu Kristínar, dóttirinnar. Já. Okay. Þá var nú gaman fyrir hann að eiga ull og geta gert eitthvað, gert eitthvað á henni. Já, já, hún lætur mig alveg vita því ef ég tek þetta upp hver eigi þetta og tilkynni mér líka hvaða kosti. Jæja, lömbin góð, þá er komið að auglýsingahléi hjá okkur. Ekki fara að telja kindur og sofna á meðan. Við ætlum að halda áfram ótröð eftir auglýsingar. Yfirleitt er talað um það að það er aðstoða kindur sem allra minnst þegar þær eru að bera, en auðvitað getur komið eitthvað upp á og það þarf að grípa inn í. Karolína í Hvammslíð, sauðfjárbóndi og Axel Kárason, dýralæknir, hafa sett saman myndbönd til þess að aðstoða og fræða fólk burðarhjálp. Ekkert er til af leiðbeiningum fyrir svokallaða burðarhjálp og Karolínu í Hvammslíð datt í hug að útbúa myndbönd þar sem mismunandi vandamálum er lýst og sýnt hvernig best væri að leysa þau. En hún fekk styrk frá framleiðnisjóð landbúnaðarins til þessa verkefnis og fekk Axel Kárason, dýralækni, með sér í lið. Já, það er þannig að ég er sjálf sauðfjárbóndi í smáum stíl, bara 50 kindur en samt sauðburður er mikilvægur þáttur í því. Og ég tók alltaf eftir því að það er eiginlega ekkert til sem, miðað við íslenska kindur burðarhjálp, sauðburð svona almennt, nema tekníkar, engin myndbönd neitt umfram það. Og ég finnst bara mikilvægt að bæta úr þessu. Sem sagt þannig að fólk sem er kannski nýbyrjuð eða kannski er óreynt eða lendi í vandræðum sem hafa aldrei komist upp áður, fær einhverja leiðbeiningar til að gera betur. Það er líka dýravelferðarmál og líka spara kostnað, tíma og allt, þannig að það er líka eitthvað sem er mikilvægt. Og þið ætlið að búa til, ásamt Axel Kárasoni, dýralækni, ætlið þið að búa til myndbönd sem að útskýra í rauninni aðstæður sem geta komið upp, eða ekki? Já, nákvæmlega. Það er svona eitthvað sem er dæmigert eða lampi kemur aftur á bak og hvernig sé maður það. Það er svona til dæmis klaufurnir lítið öðruvísi út þegar það koma úr leikhálsinu og þannig að það bara svona sem dæmi. Eða það vantar framfót kannski eða báða og hvernig lítur það út, hvernig maður sé þetta utan og hvað gerir maður þá. Og það einlega planið er að taka upp hjá ýmsum bændum og svo líka búa til líkan með lamp og svona mjaðmagrind þannig að maður getur séð líka hvað gerist innan í á meðan maður er að veita burðarhjálp. Gallinn við að ætla að búa til myndbönd við burðarhjálp er að þá sérð ekkert hvað er í gangi af því að náttúrulega hendin er inn í kindinni og það er erfitt að taka upp það sem fer fram þar þannig að það var svona hugmynd hjá mér og Karolínu að reyna að búa til einhvers konar efni sem sýnir hvað er að gerast inn í kindinni og meðal annars þá notum við þessa forlátu mjaðmagrind til þess að búa til kennsluefni og það er þá svona í samhengi við að við sýnum kannski ytri aðstæður og segjum frá því hvað er að og þegar viðkomandi setur hendin inn og þá getum við kannski sýnt líka borið saman við og sýnt hvað er í gangi inn í því að til dæmis getum maður sýnt að þetta er nú ekki stórt sem er í boði og grindin er svona sirka sirka hérna og svo ofan til þá er hún sirka hérna þannig að við sjáum að þetta er að sjálfsögðu kannski ekki alveg rétt, það kemur svona meiri slaki á þetta við burðinn en allavega fyrir mína parta og svona hvernig ég rauninni lærði þetta og fékk reynslu í þessu var einmitt að hafa þessa mynd hvernig allt lítur út að innan, sérstaklega einmitt mjaðmagrindin sjálf svo maður bara átti sig á því hvaða op maður hefur til þess að koma lömbunum í gegn. En það er ekki nóg að hafa bara mjaðmagrindina til þess að sýna lambsburð. Það vantar einmitt söguhetjuna. Það var alltaf spurning hvað við notum sem lambalíkan og það sem er til svona sem maður getur keypt það er eiginlega, það heitir lamb en lítur út eins og bara allt annað, einhvern veginn allt ekki rétt svona íslenska aðstæður og það er kona sem keypti ull frá mér sem býr í Þýskalandi og hún er listakona og býr til ýmislegt
úr íslenskri ull og ull almennt. Og það datt mér í hug að panta hjá henni svona lamb, sem sagt. Og ég sendi henni margar myndir af myndbönd og allt það, þannig að hún var með svona góða fyrirmynd. Og mér finnst það tókst frekar vel. Að hætta að beygja allt í ýmsar áttir og sem sagt það er bara vír inni. Þannig að við getum notað bara allt sem við þurfum til að sýna. Við heimsóttum 2 fjárhús í Skagafirði með Karolínu og Axel, Halldórsstaði og Birkihlíð. Bændurnir þar eru vanir menn í burðarhjálp og það geta svo sannarlega komið upp snúnar aðstæður. All svona kennsla lítur að vera góða, sko, það er alveg klárt. Sko. Og svo er ekki allir sem að kannski hafa þau forréttindi að aðalast upp í sveit og detta svo kannski inn í búskap og vita náttúrulega ekki neitt hvað þeir eru að fara að gera. Sko. Það er svona myndband er alveg snilld fyrir alla náttúrulega bara. Sko. Svo koma alltaf upp einhver sko, tilfelli sem eru mjög erfið og þá þarf náttúrulega bara einhver vanur að fást við það. Sko. En bændur eru náttúrulega ótrúlega vanir þessu og hringja hann ekki délegt nema svona algjöru neyð, sko, held ég. Sko. Maður sé keisarskurður eitthvað svoleiðis. Það koma náttúrulega alltaf upp á burðarerfiðleikar sem að geta verið snúnir. Það sé ekki svona stórar afturbakfæðingar er alltaf erfiðastar, finnst mér. Það er svona mest hætta á maður lendi í klúðri þar. Það er svona rifbeinsbrot er alltaf hættuleg þar. Það er svona það sem að mér finnst alltaf verst. Þú er væntanlega ágætis reynslu í þessu en þeir sem eru að byrja, væri ekki kannski svolítið gott fyrir þá að hafa einhvað til að styðjast við, einhverja aðstoð? Jó, það er mjög gott að svona vita hvað getur farið úrskeiðis og hvernig það lítur út og svona hvernig maður finnur fyrir því í rauninni. Við vorum svo heppin að verða vitni af lambsburði hjá Einari sem gekk mjög vel. Þegar allt fer eðlilega fram, kemur lambið í heiminn með framfæturna á undan sér. Þegar lambið er að, svo að segja, undirbúa sig að fæðast, þá snýr það þannig að framlappirnar koma fram og hausinn verður svona einlega. Það fyrsta sem maður sér venjulega er eitthvað hérna í byrjun, svo að segja, fremst í löpunum. Og þá kemur oftast snoppan, þannig að maður ímyndar sér það þannig, líta svona út þegar maður horfir aftan á. Og svo, sem sagt, dreigst þetta eðlilegan hátt svona og svona eins niður og svo fæðist þetta og hún fer að kara lambið. Það er einlega það sem gerist ef allt gengur bara rétt og að það ekki að gera neitt. Það er eiginlega ekki annað hægt en að fá að sjá líkanið í notkun og þar sem Einar myndist á að það væri snúið þegar lambið kemi aftur á bak, fengum við Axel til þess að taka slíkar aðstæður sem dæmi. Það getur líka vel og oft komið fyrir að lambið snúi rauninni bara aftur á bak og þurfi að koma aftur á bak út grindina. Það getur stundum verið erfitt að átta sig á því sko, hvað er framfótur og hvað er afturfótur. En til dæmis það sem að ég nota oft er að þetta snýst um að finna hvað er hásinin á afturfætinum og olnboginn á framfætinum. Það er svona, og þá kannski er gott að nota einhver trikk sko, það sem að ég nota er að sko, þegar maður er inni þá virkar þetta stundum svipað að þreifa á því sko. Þetta er svona kúla, beinkúla sem stendur aftur úr fætinum. En þá getur maður til dæmis nota það að það er bara einn liður á afturfæti ef þú ferð hann upp þangað til þú kemur á hásinni en þú ferð 2 liði þangað til þú kemur á kúlunni, sko, olnbogakúlunni á framfæti. Það er svona, ýmis svona smáatriði geta flýtt ótrúlega mikið fyrir og henni bara svona róað aðeins aðstæður í staðinn fyrir að maður sé að fálma og er ekki viss hvað maður er að gera og er bara að prófa og maður sé svona 100% öruggur á ýmsum svona smáatriðum. Það getur skipt miklu máli. Það sem er sko, afturparturinn á lambinu getur verið aðeins í snúinn að fá út aðalega fyrir það að sko, mjamagrindin á lambinu þarf að vera býsna rétt inn í grindinni á móðurinni. Ef maður lendir í vandræðum þegar koma svona aftur, kannski finnur að allt er stopp, að mjöðminn á lambinu er að snertast í grindina á móðurinni og það gerist ekki neitt, bara halda á rósinni og reyna að snúa lambinu þennan ás, þannig að kannski toga bara létt og finna svo hvenær það hittir vel á. Og þá á þetta að renna ljúflega út, sko.
Karolína segir að áætlunin sé að myndböndin verði tilbúin í tæka tíð fyrir sauðburð næsta árs. Myndböndin verði þá aðgengileg á vefnum fyrir þá sem vilja nýta sér leiðbeiningar Axels dýralæknis burðarhjálp. Hérna að lokum ætlum við að líta á lambinn á Öngulsstöðum á þeim tíma sem sauðburður stóð sem hæst. Þar hitti Rakel Karl Jónsson ferðaþjónustubónda og Jóhannes venjulegan bónda og ræddi við þá ferðaþjónustuna, veitingastaðinn og nýfættu lömbin. En þar hittum við meðal annars nýfætt lamb sem fættist fyrir tíman og það sprengir alla krúttskala. Á Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit sauðburður nú í fullum gangi eins og víðar. Fjölskyldan á staðnum rekur ferðaþjónustu og veitingastað sem heitir Lambinn, þar sem höfuð áhersla lögð á íslenskt lambakjöt. Frá upphafi hefur aðalrétturinn verið safaríkt lambalæri með brúnuðum kartöflum, grænum baunum, sósu, heimalöguðu rauðkáli og rabarbarasultu eins og hjá ömmu. Á Lambinn líka gisting og 30 manna fundarsalur til leigu. Við hittum Karl Jónsson, eða Kalla eins og hann helst kallaður, en hann framkvæmdastjóri Lambinn. Þessu var rauninni breytt 2012, þetta var gististaður þar sem þú gast fengið að borða en svona konseptinu snúið svolítið við eins og hið alþjóðlega nafn segir til. Það sem sagt veitingastaður sem þú getur fengið að gista. Akkurat. Og þá var svona veitingarnar settar meir í forgrunn og náttúrulega áherslan á lambakjöti, sko. Já, ertu að fá mikið til inn Íslandinga, er þetta aðalega útlendingar? Sko, við höfum verið rosalega heppin með, við höfum alltaf náð rosalega mörgum af okkar hótelgestum í mat á sumrin. Já. Íslendingarnir eru svona aðalega að sækja viðburði. Við erum með matatengda viðburði, kótiletturkvöld, jólahlaðborð og svona alls konar svoleiðis. Og þeir sækja okkur mest heim þannig. Já, en svo er það samt að aukast á sumrin að fólk kemur bara hérna út að borða eins og það færi á einhvern veitingastæðin á Akureyri, sko. Einmitt. Og þá oft bara mikil trafík? Já, það getur verið ansi mikið að gera, sko. Í sumar opnum líklega svona undir mánaðamóti maí-júní. Já. Þetta fer svolítið eftir kannski bókunum hjá okkur, hvenær við treystum okkur til að opna. Þetta draumurinn að geta verið með þetta opið allt árið og það, sko, en það ekki komin grundvöllur til þess enn. Þú þarft ekki að sækja lambastekinn á neitt voðalega langt, það? Nei, ekki svona að hluta til. Við erum með nokkra kindur hérna og nýtum hérna hráefnið sem við búum til hérna á staðnum, bara inn á veitingastæðin. Og gjörnýtum alveg lambaskrokkana. Við erum náttúrulega okkar aðalréttur lambalæri, bara eins og amma eldaði það. Já. Og svo tökum við framparta og við úrbennum þá og reykjum, notum á jólahlaðborðin og svo á morgunverðarborð líka. Hryggina notum við í kótilettur, á kótiletturkvöldunum okkar. Já. Og svo gerum við kæfu úr slögunum og því, sko, þannig að við erum að gjörnýta þetta allt saman, sko. En svo þegar okkar lambakjöt þrítur, sem sagt, að þá kaupum við alltaf af sömu bændunum hérna í sveitinni, kaupum lambakjöt frá Svertingsstöðum. Þannig að við getum náð að uppruna greina allt lambakjöt hérna. Já, það alltaf yfirst lambakjöt á disknum. Og svo kaupum við grænmeti úr brúnalaug og það hérna svínabú hérna og það nautakjöt og allt saman bara við hendina, sko. Já, það þarf ekkert að leita lengra. Nei. Vegan fólk og grænmetisætur og slíkt, fá þau eitthvað fyrir sinn snúð hérna? Já, við höfum alltaf hugsað vel þá sem eru þannig þengjandi og líka þá sem eru með einhver fæðuofnæmi og vandamál. Og við höfum alltaf verið með á matseðli grænmetisrétti og núna í sumar verðum við með einhvers konar vegan rétt, sko, þannig að vegan fólk alveg hjartanlega velkomið til okkar, sko. Á þess að brjóta sín prinsipp, sko. Einmitt, það alveg óhætt. Já. Við erum komin á besta tíma í heimsókn, en tengdafæði Kalla, hann Jóhannes bóndi á Öngulsstöðum, sýnir okkur inn í fjárhúsin þar sem enn eru nokkrar kindur óbornar eða með nýfædd lömb. Eitt lambið fyrirburi og fættist alveg pínulítið og Jóhannes leyfir mér að kynnast því aðeins betur. En við erum fljóta að skila því aftur til mömmu sinnar sem fylgist grannt með. Já, við skilum því. Engar áhyggjur. Nú stendur sauðburðurinn sem hæst. Hérna erum við með alveg glæný
Hvað, klukktíma gömul? Já, þessi hérna þau eru bara rétt klukktíma gömul, þessi, já. Já, gengur þetta vel? Þetta hefur gengið ágætlega. Já. Og þetta er ekki stórt bú, við erum með 75 á fóðrum. Já. Þetta er samstillt, þannig að þær bera þá í sem sagt á skömmum tíma. Það er endurnærandi að heimsækja sveitina á vorin. Það er einhver áþreifanleg bjartsýni og vinnugleði í loftinu. Í Eyjafjarðarsveit er líka mikið farið að brána úr fjöllunum og túnin að verða græn. Það er falleg fjallasýn hérna. Já, þetta er fallegasti fjallahringur landsins. Já, hlutlaust mat. Hlutlaust mat, það þarf ekki það að deila. Nei, og hvað er fjölskylda þín búin að vera lengi hérna á Öngulstöðum? Sko, langaði minn kemur flyttur utan af Svalbarðsströnd hingað 1863. 1863? Já, og síðan hefur fjölskyldan verið hérna og ég segi stundum að sér á torfinu, þetta var nánast kynhreint alveg fram undir 1990, sko. Já, 1990. En það giftist nú að einhverju inn en ok, það er kannski nauðsynlegt líka aðeins að... En óskilt fólk fór ekki að flytja hér fyrir en svona upp úr 1990 held ég. Já, ok. En nokkurn veginn samt er flestir sem búa hér ennþá að þessari fjölskyldu. Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þættinum og ég vona að við höfum náð að kynda áhugann hjá einhverjum kindur, enda stórmerkilegar skepnur. Þá getum við haldið út í vikuna kindarleg og falleg. Við sjáumst í næstu viku.